Góðan daginn og velkomin á 9. fund Jafngerðar og Teams. Heyra allir í mér? Já. Flottir. Að venju samkvæmt að þá sendum við þennan fund á honum loknum út á vikufréttir. Nú það er tímamótadagur í dag, 10. nóvember og 2 ár frá rýmingu þegar að allt breyttist hjá okkur Grindvíkingum og það má segja að ekkert sé eins og það var. Og enn á ný vofir yfir okkur 10. eldgosið. Það gerir okkur aðeins erfiðara fyrir að hefja endurreisn og uppbyggingu með þeim krafti sem að við í Játgerði hefðum vilja sjá gerast en það sem heldur okkur gangandi er vonin og trúin á verkefnið og að Grindavík verði aftur blómlegur og flottur bær með góðu samfélagi sem við þekkjum og bjuggum í. Margt hefur verið gert og mannlífið er orðið með ágætum, það er að taka við sér, mikið búið að vera að vera og við bindum vonir að hægt verði að halda áfram með öruggum og góðum skrefum. Jafnframt viljum við þakka við allir Grindvíkingar fyrir þann mikla og góða stuðning sem við höfum fengið og frá landsmönnum öllum. Það hefur hjálpað okkur mikið á þessum erfiðu tímum þar sem við höfum þurft að takast á við ýmsar áskoranir. En hins vegar þá get ég nú ekki orða bundist yfir nýlegri frétt frá fjármálaráðherra Íslands þar sem að hann er að láta fara yfir kostnað vegna aðgerða og að rísa varnargarðana og hvort hægt sé að senda reikninga fyrir kostnaðarhlutdeild á nokkur fyrirtæki hér í Svartsengi vegna náttúruhamfaranna. Það eru ansi mörg sveitarfélög á Íslandi þar sem náttúruváin vofir yfir á ólíkan hátt og innan hvers sveitarfélags eru stór og smá fyrirtæki. Og ég spyr, er þetta það sem koma skal? Fyrirtæki fá senda reikning og jafnvel sveitarfélög líka ef að náttúruhamfarir ríða yfir. Hvernig er komið fyrir stjórnmálamönnum í dag og hvað á að seilast langt aftur til þess að sækja fjármuni? Eru þetta kannski skilaboð til okkar á landsbyggðinni? Er þetta til að efla öryggi fólk sem býr á landsbyggðinni? Að ráðamenn landsins sé með þennan þankagang? Það biður ekkert fyrirtæki og ekkert samfélag að lenda í svona hremmingum og aðstæðum sem að við höfum þurft að takast á við síðustu árin. Og sjálfsögðu geta náttúruhamfarir komið á höfuðborgarsvæðinu líka. Og við hjá Játgerði, við gerum bara þá kröfu á fjármálaráðherra og ríkisstjórn Íslands að hverfa frá þessari tillögu hið snarasta. Er einhver sem að myndi vilja að segja eitthvað í kjölfarið á þessum ummælum? Enginn sem hefur á mig, hefur þetta komið inn á borð hjá ykkur hjá Bláa lóninu, nú snertist þetta ykkar fyrirtæki upp í Svartsengi? Nei, ekki annað en þetta kemur náttúrulega bara verulega óvart og náttúrulega í upphafið þegar að þetta lá fyrir að fara í þessa varnargarða þá náttúrulega var augljóslega að vera að horfa í okkur allavega tilkynnt að þetta snerist orkuverið. Við værum bara að fljóta þarna með og landfræðilega værum við að lenda inn í þessum mengi og höfum svo sem lítið það að segja og erum alltaf búin að mista manna bílastæði sem var auðvitað varnargarða og erum búin að vera að byggja það upp núna síðustu mánuðum og þannig að þetta slæðir okkur líka og talið upp fjöldi fyrirtækja í tengdum okkur. Akkurat. En við verðum bara að bíða og sjá og vona að þeir hverfi frá þessu? Já, ég verði skoða betur en þetta kom verulega óvart. Já, það voru að segjast þessu er. En akkurat. það nú leiðinni bara, það var síðastliðin föstudag vantarlega, var ekki sem að Jú, kom frá þetta- fjármálaráðuneytinu, þessi frétta tilkynning, þannig að við sjáum hvað setur og í þessu máli. Já, eins og ég segi, maður vonar að þeir hverfi frá þessum hugmyndum.
Hver bað orðið, Guðmundur? Já, takk. Já, skælverði. Nei, ég ætlaði bara að segja allavega að frá mínu bæjarstýru séð þá varðandi þetta útspil hjá fjármálaráðherra, þá held ég sé allt í lagi fyrir það að leggja fram að ríkið að borga 11 milljarða og hann segir þarna líka jafnframt að það sé náttúruhamfaratryggingar sem eigi að taka og það þarf bara þjóðin að fara í gegnum, skilurðu, hvað að gera í svona tilfellum, þannig að það er ekkert óeðlilegt að sé einhver umræða það. Og varnargarðir eru ekki allir fyrir Bláa lónið eða allir fyrir virkjanirnar, skilur. Þannig að þetta verður bara fá að eiga sinn prósess aðeins að mínu mati, skilur. Þannig að það eru varnargarðir á Flateyri og Súðavík, Ísafirði, út all land og það er ekki nokkuð maður að tala um það að fyrirtækin á Bolungarvík eða borgi fyrir varnargarða gegn snjóflóðum eða bara flóðum á hafið eða annað slíkt. En það er bara nauðsynlegt að bara þjóðin eða þingmenn þjóðarinnar ræði þessu hvað á að gera og hvernig á að bregðast við svona í framtíðinni. Þannig að mér finnst það svona vera allavega eitthvað sem við verðum bara að þola hvað sem kemur út úr því. Já, ég er sammála því. Það er alltaf gott að taka samtalið en þessar aðgerðir eru virkilega á þeim nótum að það eigi að seilast í eða reyna að seilast í eftir á ákvarðanir. Það er nú málið. Er þetta ekki, hann vitnaði í náttúruhamfaratryggingar allavega, skilur, þannig að ég allavega, eins og ég las, þetta er svona spurningir hver skrifaði fréttin og hvernig það var lesið. Þannig að mér finnst að við getum alveg verið svona, við getum verið firm í því og það verið að tala bara fyrirtæki fyrir utan Grindavík, ekki fyrirtæki innan Grindavíkur eins og ég las það. En í Svartsengi. Já. Það nýtur að koma eitthvað út úr þessu. Já. Ásrún, viltu þú bæta einhverju við fyrir hönd bæjarstjórnar? Já, kannski ekki alveg fyrir hönd bæjarstjórnar þannig. Við hefum ekki fjallað þetta efnislega en ég var á stjórnarfundi SSS í morgun og við tókum þetta bara undir önnur mál og bókuðum og við vorum bara í bókunin okkar kom meðal annars fram að stjórnin minnir á að ábyrgð á almannavörnum og þar með talið vernd mannslífa og mikilvæga innviða gegn náttúruvá hvílir fyrst og fremst á ríkinu samkvæmt lögum og við einmitt vorum bara svona kannski höfnuði því að þessari nálgun að það sé kannski eðlilegt að líta á þessa aðgerðir fyrst og fremst sem fjárhagslegt hagsmunamál einstakra einkaaðila sem að síðan þarf mögulega að endurgreiða ríkinu þannig að við vorum bara með svona brýningu. En við hefum ekki tekið þetta efnislega fyrir í hvorki bæjarráð nei bæjarstjórn enda stutt síðan þetta kom. Akkurat. Fram. Ámi, gjör svo vel. Já, bara minna það í fréttatilkynningunni var talað Grindavík og Svartsengi þó að vissulega fyrirtæki í Svartsengi hafi verið talin upp og flest þeirra í tengt Bláa lóninu þannig að hún er skilja eftir nokkrar spurningar þessi tilkynning. Já, heldur betur. Þannig að það virðist ekkert vera að gera greinarmunur á því og svo er talað að þá telur ríkissjóður sig einnig að kröfu á hendur náttúruhamfaratryggingu Íslands sem vátryggjanda stórs hluta fasteigna í Grindavík og við Svartsengi þannig að það er verið að tala bæði svæðin og þannig að þetta kemur óvart ef við sjáum hvað setur. Já. Guðberg, er mér það? Já, Pétur, gjör svo vel. Ég kom aðeins og sent inn í þetta en það er nú bara þannig að í náttúruhamfara, það er sumt rétt að það sem hann er að segja, aldrei svo að hann á náttúrulega kröfu á náttúruhamfarasjóð en það er tvennt sem við höfum rekist á í fyrirtækinu okkur er það að það stendur í reglum þessi mál að okkur ber að gera það sem sanngirni er hægt að ætlast til á okkur til björgunar. Einnig er sagt að við höfum að leita samþykkis náttúruhamfarasjóðs áður en við byrjum aðgerð. Þetta stangast svolítið á og núna erum við í þeirri stöðu að björgun okkar á afurðum sem við töldum að sem við fórum í án þess að tilkynna þeim og þeir neita að borga þann kostnað sem er bara sóttur seinna. En mér sýnist hann kannski verið sömu stöðu við að hann byrjar, nú er alveg hægt að segja það að hann á að gera það sem að sanngirni er hægt að ætlast til.
Nú, Hann á þá að semja það við Náttúruhamfarasjóð áður en hann byrjar. Hann er alveg sömu stöð og við, sko, gagnvart eignum sínum í Grindavík. Og þetta er reyni bara, hann er átt að sjá sömu stöð og við áttum okkur á, sko, viku eftir að við vorum búin að flytja afurðan í burtu. Það var mjög fróðlegt að sjá hvernig hann spila sína þetta sitt öðruvísi en við, sko. já, akkurat. En hérna úr öðru, ég ætlaði nú, Skarphéðinn ætlaði að vera hérna með okkur í dag og kynna nýju heimasíðu Grindavíkurnefndarinnar, en hann er ekki mættur. Jú, ég er hér. Ertu þarna? Við býtum nú við. Já, þarna ertu. Herðu, gjörðu svo vel Skarphéðinn, ég sá auglýsingu frá ykkur, ný heimasíða og ég tók eftir henni, það var linkur á hana frá Grindavíkursíðunni í morgun. Þannig að það væri fróðlegt að fá svona frá þér smá kynningu. Já, hérna, sko, við höfum nú alltaf verið í Grindavíkurnefnd bara að reyna að hafa upplýsingamálin svona eins góð eins og við getum haft þau. Þetta er bara liður í því að hafa heimasíðu þar sem við getum komið á framfæri okkar málum og líka bara í auknum mæli haft aðgengilegt allt það sem okkur snýr. Þarna eru öll gögn sem að varða aðgerðaráætlanirnar sem að við höfum verið með. Þarna eru fundargerðir nefndarinnar og svo munum við á næstu mánuðum bara auka sýnileika þess sem að við erum að hérna vinna með og síðan er ætlað að vera sá vettvangur. Þannig að hvet ykkur bara til þess að kíkja á hana og ef það er eitthvað sem að má betur fara endilega látum okkur bara vita. Kærar þakkir Skarphéðinn fyrir þetta. Ég var beðin að koma á framfæri að Hestamannafélagi Brimfaxi er með aðalfund á föstudaginn í Reiðhöllinni klukkan 18 og þeir eru svona hefja undirbúning að raunverulega hefja starfsemi sína aftur á eins miklum krafti og hægt er með við aðstæður. Og Ómar Davíð, það búið að vera mikið að gera hjá ykkur í smiðjunni núna í byrjun vetrar og hvernig horfir svona veturinn hjá ykkur? Já, góðan daginn. Jú, það er búið að vera framar vonum núna þetta haust allavega og Pétur er búin að vera duglegur að koma með skipin til Grindavíkur. Það er alveg gríðarlega mikið að segja. Og hérna, en veturinn er svo sem bara svona svolítið óskrifað blað. Maður finnur það alveg núna þegar það fyrir að draga svona nær atburðum að svona minnkar þetta aðeins og fer svo fólk komið minna í bæinn. En við erum bara að hafa bjartsýni fram á veturinn og hérna og sjáum bara hvernig þetta þróast. Þið eru komið með dekkja þjónustu? Já, við ákváðum að fara reyna hérna að færa aðeins út kvíðarnar þegar þess að þjónustu vantaði hérna í bæinn svo sem núna eftir að hjólbarðarstæði Grindavíkur náttúrulega skemmtist. Þannig að ég setti mig í samband við Kristján á dekkjaverkstæðinu og sagði honum frá okkur áætlunum og við hérna byrjuðum að þau fá bara lánaðar vélar til þess að prófa og hérna ætlum að sjá svona aðeins til sko. Þannig að ef hérna þetta er eitthvað sem að hendar og bæjarbúar vilja nýta sér þá er þetta bara að passa þetta ágætlega inn hérna með starfseminni hjá okkur sem stoðdeild. Bara frábært. Axel, gjörðu svo vel. Elímer. Já. Ég ætla bara að segja að við hérna á bryggjunni við erum svona okkar eru að vaksa fiskur hrygg og fórum við tilraun að opna að í júní og sumarið gekk bara vel og við ætlum að býta verkstæðina og halda áfram. Við fengum þarna smá styrk frá Byggðastofnun sér. Þannig að við verðum bara með opið í vetur og fram á sumarið. Við erum að keyra á þetta og reyna að ná fyrir styrk eins og við getum. Og svo erum við svona með menningartengda starfsemi. Við erum svona búið til viðburði eins og við verðum með tónlistarhátíð í maí og erum svona að reyna að búa ykkur til eitthvað líf í bæinn gegnum það sem við erum að gera. Já, frábært að heyra.
Já. Er opið hjá okkur daglega þá núna í Já, já. vetur? Já, Já, það verður smá frí bara rétt yfir jólaáramót, en annars er alltaf opið. og humarsúpan vinsæla alltaf á báðstólnum? Já, hún Já, já. selst vel. Klikkar ekki. Nei, Takk fyrir þetta, Axel. Klara, það er hérna bullandi gangur í körfunni. Það er bara ekkert lát á sókn og sigrum. Heyrðu, það er brjálað að gera í íþróttunum, já. Já, Grindavík, þú veist, körfuboltaliðin eru að standa sig frábærlega. Og það er búið að vera lótrúlega gaman hvað er búið að vera mikið af fólki að mæta á heimaleikina. Og ég held að komi bara öllum á óvart hvað er gaman í Grindavík. Af því að fólk gerir sér alveg glaðan stund þegar það kemur, það fyrir út að borða, mætir á körfuboltaleik. Þannig að það er mikið í gangi hjá okkur. já. Maður heyrir það. Það er bara rosalega skemmtilegt að vita. Þetta hleypir miklu lífi bara í bæinn. Já, það gerir það og Já. það sýnir náttúrulega, ef ég má segja, það sýnir náttúrulega enn og aftur bara hvað íþróttirnar hafa ótrúlega mikil áhrif. Af því að sjá hérna eins og á síðasta föstudagskvöld að það hafi verið hérna, milli 900 og 1000 manns og svo fóru allir að vörina að hafa gaman. Þetta er bara frábært. Og kvöldi áður, þá vorum við með hátt í 100 manns hérna á Ara Eldjárn. Þannig að sem þarna UMFG sá aðeins Já, með uppistandinu hans. Já, Já. þannig að það er búið að vera alveg, fólk vill koma hingað í bæinn og þetta er ekkert bara Grindvíkingar, það eru bara allir sem vilja koma. Fólki finnst gaman að koma hingað. Já. Heldur betur. Takk fyrir þetta, Klara. Axel, viltu bæta ykkur við? Nei, ok. Má ég bæta aðeins við, Guðbjörg? Það er svo skemmtilegt það sem Klara var að segja út af því að ég veit ekki hvort það sé svona mikill egoisti en ég var að hlusta á hérna það sem ég sagði í kirkjunni fyrir nákvæmlega ári síðan og þar talaði ég einmitt að við varum sterkust á heimavelli og ég held að það hafi klárlega sannast núna varðandi körfuna. Já, heldur betur. Liðið komið heim og þá bara gengur allt upp. Algjörlega. Bara við óskum og vonum að það haldi áfram. Það er bara þannig. Síðan langar mig aðeins að segja frá því að við hjá Játgerði og við allir Grindvíkingar höfum notið krafta Sólveigar Þorvaldsdóttur í mörgum málum í svona tengdu uppbyggingunni og hver eru næstu skref og hefum leitað ráða hjá henni og alltaf verið auðsótt. Gott að hafa hana með okkur í liði og mér fannst það svo frábært þegar hún sagði mér frá því daginn að það hefði verið leitað til hennar til þess að koma að uppbyggingu í Palestínu. Þannig að það er svona til marks hvað við erum með öflugan og flottan einstakling í lið með okkur. Þannig að mér langar aðeins til þess að biðja Sólveig að segja okkur frá kannski því verkefni. Já, takk fyrir þetta. Það er, þetta er ekki eitthvað verkefni sem er komið á stað hjá mér, en ég er bara búið að leita aðeins til mín. En kannski aðeins bakgrunnin, 2011 til 2017 þá vann ég í Palestínu á mörgum verkefnum fyrir Vesturbakkann og Gaza, fyrir OCHA sem er svona samhæfingar, stofnun svona þegar verða einhverjar hamfarir og UNDP, þannig að þróunar samvinnustofnunina. Þetta verið gegnum utanríkisráðuneytið og líka bara verkefni sem að ég fékk sem ráðgjafi og þurfti bara að leggja inn tilboð eins og verktakar gera. Og þetta var svona almannavarnamál og langtíma endurreisnarmál, hvernig er hægt að skipuleggja það. Og nú eins og þið vitið öll, þá hafa verið náttúrulega mikla stríðshörmungar þarna niður frá og þróunarsamvinnustofnunin ásamt mörgum aðilum hafa verið að skipuleggja endurreisnarstarfið bara í mjög langan tíma. Það er búið að halda ýmsar ráðstefnur í Kaíró þetta og þetta er svolítið það sem eins og ég hef nefnt áður, endurreisnarstarfið hefst strax þó að ferlið
þó að maður kannski byrjar ekki á verkefnunum á vettvangi strax, það þarf að byrja að tala það strax. En nú komið svo, það eru blikur á lofti, það hægt að fara að hefja verkefni og þeir eru að fara í gang með að skipuleggja utanumhaldið á endurreisnarverkefnunum og þetta það sem ég hef áður talað hér á þessum fundum að þetta eru svo mörg verkefni að það þarf að vera einhver einn sem með alla myndina og bara samhæfir, hefur ekkert stjórninu umboð, bara með upplýsingarnar og það bara æri verkefni að sinna því. Og þeir höfðu samband við mig daginn og báðu mig að vera með innlegg hvernig væri hægt að hanna það og teikna og skipuleggja. Og ég, sem sagt, sendi inn minnisblað í síðustu viku, þar sem að ég var með svona hugmyndir hvernig þeir gætu skipulagt haldið utan samhæfingu á endurreisnarverkefnunum. En það ekkert ákveðið neitt meira í sambandi við framhaldið, þetta var bara svona, já, bara eins verið að tala saman og þið hafið þetta bara fyrir ykkur. Já, þetta top secret, þetta fer ekkert lengra. Alveg klárt mál. Takk fyrir þetta, Sólveig, en mér fannst þetta bara mjög áhugavert þegar þú gaukaðir þessu að mér, að við getum svo sannarlega lært og hlustað á þig við í Grindavík sem erum á fullu að byrja og hefja og raunverulega hafin uppbygging að sjálfsögðu og endurreisn. En mér langar til þess að minna alla á samverustundina í kirkjun okkar í tilefni dagsins. Hún hefst klukkan 17:30 og síðan eru Grindavíkurdætur með tónleika í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ klukkan 20 í kvöld og mér skilst að það séu miðar eftir þar. En annars bara góðar kveðjur til Grindvíkinga hvar sem þeir eru. Einhver sem myndi vilja segja eitthvað til viðbótar? Guðbjörg. Já, Pétur. Ég gaman að heyra þetta, við erum við erum alltaf að tala vinnu og öryggi og allt þetta en við erum svona þegar fann að byggja samfélagið upp og íþróttirnar skipta þar meira máli. Ég ætla að lýsa sérstaklega ánægju yfir því að bryggjan verður opin í vetur. Þetta jafn ofta við klöppum nú menningunni og því öllu saman. Á hátíðisdögum þá það núna og við höfum oft sagt að fengja upp það fyrirlestra að samfélagið verður byggt upp á því sem við gerum á milli vinnu og heimilis. Þannig að ég leggur sér sérstaklega ánægju með það. Minni svo á að föstudagur hvað 28. 28. Já, og Axel, ég þarf aðeins að heyra í þig varðandi það. Með góðan gítarleikara með okkur nokkrum til að hafa svolítið stemmingu á geimslunni. Ég heyri þið seinna með það. Takk. Já, væntanlega á nú eftir að koma út dagskrá og ég efast ekki það að hún verði metnaðarfull og flott eins og hún hefur alltaf verið, okkur til sóma og alltaf verið líf og fjör í bænum, svo eftir hefur verið tekið. Þannig að ef það ekki fleira þá bara segi ég þakka ykkur fyrir og já, Skarpjörn gjör svo vel, hann ætlar aðeins að Já, ég það bara, þá aðeins komið inn á áðan hjá Axel en það var útlútað á sóknarsjóði á föstudaginn og það svona flestar umsóknir, það voru 41 umsókn og það voru 33 sem fengu stuðning og ég held að það sé ágætis árangur af þessu og það afgangur þar í sjóði og gert ráð fyrir að verði auglýst aftur eftir áramót. Og þá svona væntanlega á svipuðum nótum en það eitthvað sem að verður ákveðið þegar nær dregur. Flott Og vonandi verða þessi styrkir nýtast þeir vel til þess að þau fyrirtæki sem að fengu geti svona starta sér að nýju og komið sér aftur í gang. Þú heyrir það á Axel, það strax einhver árangur. Heldur betur. En þakka ykkur fyrir enn og aftur, sjáumst aftur að vikuleiðinni. Verðið bless.